kynja starfs- og fjárhagsáætlun og þá fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Að undanförnu höfum við í skóla- og frístundaráði rætt talsvert það hvaða starfsemi á sviðinu henti best til rýningar og mats út frá aðferðafræði kynjaðrar fjárhagsáætlunar. Samkvæmt reglum gerð fjárhagsáætlunar hjá Reykjavíkurborg hefðum við átt að vera tilbúin með þessa ákvörðun okkar í janúar og niðurstöður rýningar ásamt tillögum aðgerðir ættu að leggja fyrir í apríl. Það alveg ljóst að við í skóla- og frístundaráði erum nokkuð á eftir áætlun, en við ættum þó að geta unnið hratt og vel héðan í frá og náum vonandi upp dampið innan skamms. Ég held að þessi seinagangur sé ekki til kominn vegna áhugaleysis. Málið hefur verið rætt mjög oft og ítarlega, en umræðurnar hafa einkennst af pínulitlu óöryggi og ekki kannski verið eins markvissar og þær gætu verið. Það þannig að í ár á að stíga stærri skref heldur en í fyrra. Í stað nokkurra smárra verkefna sem unnin voru út á sviðunum í fyrra á núna að greina megin málaflokka hjá sviðunum sem bæði snúnara og umfangsmeira heldur en það sem áður hefur verið gert og þá eins gott að vanda til verka. Það þess vegna sem að mér finnst mikilvægt að óska eftir umræðum hér í borgarstjórn í dag. Það skiptir máli að við ræðum þvert á svið að borgarfulltrúar komi saman og ræði hvað það sem að verið að gera í þessum efnum út á ólíkum fagsviðum og hvað hefur verið rætt inn í fagráðunum, að við segjum frá þeim álitaefnum og áskorunum sem að hafa verið að koma upp innan fagráðana, hvaða verkefni verða fyrir valinu og hvernig ætlunin að vinna verkið. Það rosalega auðvelt að klúðra þessu verkefni. Það mjög auðvelt að fyllast óþolinmæði, finnast þetta ganga allt og hægt og gefast bara upp. Það líka mjög auðvelt að ætla að gleypa fílinn í heilu lagi svo hann stendur fastur og ekkert gerist. Og það líka auðvelt að missa sjónar á markmiðinu og gleyma sér í greiningum sem að kannski skipta engu höfuðmáli þegar allt kemur til alls. Munurinn á nice to know og need to know stundum pínu óskýr. Sérstaklega kannski núna þegar við erum í upphafsfasa innleiðingar þessarar kynjuðu hagstjórnar. Kynjuð hagstjórn eða fjárhagsáætlunargerð, eins og við köllum það hér hjá Reykjavíkurborg, hefur stundum verið skipt í 3 áfanga. Í fyrsta lagi þá þarf að greina forgangsröðun fjármunanna út frá kynjasjónarmiðum til þess að skera úr mismunandi áhrif þeirra á stöðu kynjana. Fara sem sagt yfir þau útgjöld eða það niðurskurð eða þá forgangsröðun sem við erum með og greina hvort að við erum að hafa áhrif á stöðu kynjana með þessari forgangsröðun okkar. Þegar við erum búin að því, þá þurfum við að endurmeta forgangsröðunina og jafnvel öðrum þeim verðmætum sem við höfum yfir að ráða til þess að laga það sem að mögulega ábótavant eða skýra forgangsröðunina þannig að hún stuðli að jafnrétti kynjana. Í þriðja lagi þarf svo að innleiða kynjasjónarmið í alla ákvarðanatöku þannig að fjárhagsáætlunarvinnan og forgangsröðunin taki mið af stöðu kynjana frá upphafi til enda í öllu ferlinu. Við erum ekki komin þangað. Við erum ennþá í fyrsta fasanum. Við erum að greina það hvort að sú forgangsröðun sem við höfum samþykkt sé að hafa áhrif á stöðu kynjana með einhverjum hætti. Hvort hún sé að hafa jákvæð eða neikvæð áhrif eða kannski bara viðhalda núverandi stöðu. Núna þurfum við sem sagt að greina einhver verkefni inn á fagsviðunum, ekki bara einhver smá verkefni, heldur einhver megin verkefni, einhverja megin þætti inni á sviðunum og athuga hvort að þau stuðli að jafnrétti. Ekki það hvort að peningarnir skiptist jafnt á milli kynjanna, það þarf ekkert endilega að vera, heldur hvort að við séum að stuðla að auknu jafnrétti. Það markmiðið. Stundum þarf að setja peninga í að leiðrétta stöðu annars kynsins. Stundum eru áhrifin svo óbein að það þarf mikla langtímahugsun og þolinmæði til þess að nenna standa í þessu.
Stundum forgangsröðun fjármunanna í lagi en það kemur í ljós að við þurfum að meðhöndla öðruvísi það sem að keypt fyrir peningana eða peningarnir eru nýttir í til þess að hægt sé að stuðla að auknu jafnrétti. Þetta allt saman eitthvað sem að kemur í ljós í þessari greiningavinnu. Eftir miklar vangaveltur inn í skóla- og frístundaráði lítur núna út fyrir, það er nú ekki búið að samþykkja það, en það lítur út fyrir að við munum fara í það að greina stuðning og sérkennslu, sem er risastórt mál. Það er mjög stór hluti af starfi sviðsins, það er bæði inn í leikskólunum, það er inn í grunnskólunum, það er inn í frístundaheimilunum og það er jafnvel í félagsmiðstöðunum. Á næstunni myndi þá fara fram greining á þeim tölfræðigögnum sem að fyrirliggja og svo þurftum við að meta hver áhrif þessarar vinnu væri. Er fjármagnið að nýtast með sanngjörnum hætti? Mætti nýta það betur eða öðruvísi? Mætti stuðla að bættri líðan eða bættri frammistöðu eða bættum tækifærum stelpna og stráka ef við gerðum eitthvað öðruvísi í þeirri stuðningsþjónustu sem við erum að veita. Það er mjög spennandi að sjá hverjar niðurstöðurnar verða og örugt næstum því að við fáum einhverjar leiðbeiningar að við getum lagað eitthvað. Það hafa fleiri verkefni verið rædd og í framhaldi af tilraunaverkefni síðasta árs var ákveðið að fara í frekari greiningu á mögulegri inntöku barna við 1 árs aldurinn í leikskóla. Þegar þær niðurstöður voru kynntar þá var samþykkt í ráðinu að fela sviðsstjóra að fara í frekari greiningu meðal annars með tilliti til óbeinna hagrænna áhrifa í samstarfi við fjármálastjóra Reykjavíkurborgar, mannréttindaskrifstofu og eftir atvikum háskólasamfélagið. Og ég held að þessi vinna krefjist reyndar samstarfs við fleiri, meðal annars hagsmunasamtök og foreldrasamtök. En það sem að við óskuðum eftir að yrði greint þar, þegar ég fór að skoða þetta eftir á, þá kemur í ljós að þar settum við inn alls konar hluti sem að ekki endilega hluti af markmiðum kynjaðrar fjárhagsáætlunar. Við vorum bara, okkur fannst þetta allt saman svo spennandi og vorum svo áhugasöm að fá að vita meira að þá var farið í að setja inn alls konar hluti sem átti að rannsaka og kanna, meðal annars hver húsnæðisþörfin væri eftir hverfum, sem að kemur ekkert endilega kynjaðri fjárhagsáætlun við. Auðvitað er það eitthvað sem þyrfti að skoða í framhaldinu, en kynjaðaverkefnið fór aðeins lengra heldur en það átti að fara, eða við tókum inn fleiri þætti heldur en við hefðum þurft að taka. Mögulega áhrif á útsvarstekjur borgarinnar er ekki endilega kynjað heldur, þó svo að vissulega sé hægt að skoða kynjaða vinkla á því. Aðrir hlutir sem er vissulega mikilvægt að skoða og verður vonandi skoðað í samstarfi við háskólasamfélagið eru mögulega áhrif á stöðu kynjanna á vinnumarkaði, áhrif á kynbundinn launamun, áhrif á tækifæri til framþróunar, karla og kvenna í starfi til lengri tíma. Þetta er allt saman óbein áhrif sem að ég er nokkuð viss að myndu koma fram ef við tækjum börn fyrr inn í leikskóla. Þetta kemur líka til með að hafa mögulega áhrif á atvinnustig kynjanna og þar með bæði inn í leikskólanum og á meðan við þurfum að byggja nýja leikskóla ef að til þess kemur og svo framvegis. Það eru ofsalega margvísleg áhrif sem að þessi ákvörðun gæti haft og það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Við höfum líka rætt smærri verkefni sem að gætu stuðlað að enn betra skólastarfi í borginni. Meðal annars ræddum við úttekt á bókakosti í leikskólum og hvernig unnin er með hann. Rannsóknir benda til þess að barnabækur byggi að stórum hluta á mjög stöðluðum og hefðbundnum kynhlutverkum og að stelpur og strákar fái þar mjög ólíkar og ekkert sérstaklega spennandi fyrirmyndir. Fróðlegt verður að sjá hvernig bókakostur leikskólana er í þessum samanburði ef að þetta verkefni verður að veruleika og þá líka hvernig leikskólakennarar og starfsfólk eru að vinna með þann boðskap sem að krakkarnir fá í gegnum þessar bókmenntir. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég er mjög skóla- og frístundamiðuð þessa dagana. Það kann nú að breytast ef ég færi með eitthvað annað og kannski held ég hér langar ræður kynjaða fjárhagsáætlun í umhverfis- og skipulagsráði innan tíðar. Það getur vel verið. En ég held að það veri hvorki leiðinlegra né verra. Þetta er allt saman mjög mikilvægt. En ég vona að hér komi borgarfulltrúar úr fleiri fagráðum til þess að segja frá því sem að hefur verið rætt
á þessum vettvangi, hvaða verkefni stendur til að fara í, til dæmis í velferðarráði og menningar- og ferðamálaráði, umhverfis- og skipulagsráði, vegna þess að það er hægt að skoða allt með þessum kynjasjónarmiðum og við höfum ákveðið og það er inn í þessum reglum að það eigi einhver einn megin þáttur á hverju sviði að minnsta kosti að vera tekin til skoðunar og svo hægt sé að grípa til aðgerða. Ég vonast bara eftir frjórri umræðu hér og legg jafnframt til að við tökum svona umræður oftar. Það kann vel að vera að fólk sé ekkert endilega viðbúið því að fara að þylja hér upp eitthvað lista yfir verkefni sem hafa verið unnin eða verða unnin og ég er alls ekkert að ætlast til þess, en það skiptir máli að við miðlum svolítið því sem að hefur verið rætt inn í ráðunum á hvað þessi mál varðar. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Já, þá má bjóða borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Gjörðu svo vel og ertu snögg. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur fyrir að taka upp í kynjaða starfs- og fjárhagsáætlunargerð hér í sölum borgarstjórnar því að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að heyra hvað er að gerast á mismunandi sviðum hvað þetta varðar af því að við erum að læra og það er mjög mikilvægt að læra og ekki bara fara í greiningar heldur að vinna með niðurstöðurnar. Núna 7. febrúar síðastliðinn þá voru kynnt í velferðarráði þau verkefni sem voru unnin á síðasta ári í kynjaðri fjárhagsáætlunargerð og þau voru 2 og ég ætla að segja ykkur svona örstutt frá þeim. En það sem stóð upp úr velferðarráði í þessari umræðu væru að nú væri búið að greina eftir kynjum þjónustu við utangarðsfólk og félagsstarf á félagsmiðstöðvum í Laugardal og Háaleiti, en þá ætti algjörlega eftir að vinna með niðurstöðurnar og breyta í samræmi við niðurstöður. Og það var mikill vilji til þess að á þessu ári þá væri árið nýtt til þess, þannig að þetta væri ekki bara svona eins og Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi orðaði það áðan, svona nice to know upplýsingar. Þannig að við verðum að breyta og vera tilbúin að breyta þegar við fáum niðurstöður. En á síðasta ári voru 2 verkefni unnin á velferðarsviði, í kynjaðri starfs- og fjárhagsáætlunargerð. Annað var þjónusta velferðarsviðs við utangarðsfólk og þá voru skoðuð 4 úrræði og þau borin saman eftir kynjum, annars vegar gistiskýlið og konukot sem eru neyðarheimili, neyðarskýli fyrir karla og konur og svo Mýrin og Njálsgata sem eru föst heimili fyrir fólk sem hefur verið utangarðs í samfélaginu. Niðurstaðan er sú að þegar við skoðum svona neyðarskýlin að þá var töluvert mikill munur á kostnaði per rými í gistiskýlinu og í konukoti hins vegar, þar sem að gistiskýlið kostar fyrir utan innri leigu 1,9 milljón á ári per rými á meðan konukot kostar 3,4. Og þarna munar sem sagt nánast helmingi þar sem og ennþá meira ef að skoðað nýtingartölur í þessum úrræðum. Þar sem að nýting í gistiskýlinu var 77% en 53% í konukoti. Það er líka hægt að segja að það er ekki hægt að bera saman svona 2 ólík úrræði. Gistiskýlið er fyrir 20 manns en konukoti eru fyrir 8 konur. En samt sem áður að þarna er töluverður munur og sem að hefur verið alveg frá upphafi. Og það er ekki hægt að segja að það sé bara stærðarhagkvæmni að ræða
því að það eru tvöfaldar vaktir í báðum þessum húsum, hvort sem við erum annars vegar með 20 manns eða 8 konur. En þetta var niðurstaðan og okkur í velferðarráði fannst ástæða til þess að vinna betur með þessar upplýsingar, ekki það að við ætlum að skera niður þjónustu við utangarðskonur, frekar að við þyrftum að bæta við í gistiskýlinu nema að það séu allir sáttir við þessa niðurstöðu, því að kannski að konurnar sem eru í svona utangarðs séu bara með flóknari og erfiðari vanda en karlar í sambærilegri stöðu. En síðan voru skoðuð heimili, sem sagt Njálsgata og Mýrin, sem eru heimili fyrir konur og karla. Þar erum við að ræða 8 manna heimili fyrir karla og 5 manna heimili fyrir konur og þar var kostnaðarmunurinn per rými ekki eins mikill en þó nokkur eða tæp 20%. En hitt verkefni sem við skoðum var félagsstarf á svæði þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háalæti, þar sem að félagsstarfið var greint sem sagt út frá kynjum, bæði það sem í boði matarþjónusta, baðþjónusta og ýmiss konar tómstundastarf. Hugmyndin fyrirfram var sú að félagsstarfið væri töluvert kvenlægara en karllægara og niðurstaða þessara kynjuðu starfs- og fjárhagsáætlunar var sú að það reyndist rétt. Í félagsstarfið okkar að ná töluvert meira til kvenna og það fer mismunandi eftir aðstæðum. Karlarnir sækja matinn tiltölulega jafnt, ekki böðunina og síst félagsstarfið. Og það kannski ekki skrítið þar sem að starfsfólkið einungis konur sem einmitt með svona námskeið. Þannig að þessi námskeið eru bara ekki að ná til karla. En þeir sem unnu þetta bentu á að á árinu 2012 breyttist mjög mikið félagsstarf í þessu hverfi þar sem að það var áhersla á sjálfsprottið félagsstarf og það eru sérstakir verktakar fengnir, eins og kannski borgarstjórn þekkir. Það voru verktakar fengnir í ýmiss konar námskeið og tómstundastörf í stað þeirra sem voru að ljúka störfum og höfðu verið fastráðnir áður. Þannig að það á að vera meiri fjölbreytileiki og vonandi að ná til karla. Og velferðarráð var sammála það að vinna áfram líka með þetta verkefni og fylgjast með þeim breytingum sem að verða, þannig að það sé hægt að fylgja þróuninni eftir. Það eru hins vegar ýmsar hugmyndir uppi fleiri verkefni sem að vert að skoða í kynjaðri fjárhagsáætlun, í heimaþjónustu og heimahjúkrun, í einstaklingsbundinni til dæmis svona persónulegri aðstoð sem oft nefnd liðveisla og fleira, þar sem að við teljum að við séum að mæta kynjum misvel eða þörfum þeirra. Og það full ástæða til þess að skoða þetta betur en ekki bara skoða, heldur breyta í samræmi við þetta. Og framundan hjá okkur semst núna á þessu ári að vinna betur með upplýsingarnar í félagsstarfi, ná frekar til karla og eða bara þá heyra það ef þeir hafa bara yfir höfuð ekki áhuga á þessari þjónustu, þá þurfum við ekkert að ná til þeirra. En það allan ekki í lagi að við séum að ná svona miklu betur til kvenna, því að þarfir karla og einmanaleiki þeirra ekkert minni til dæmis samkvæmt rannsóknum. Og varðandi utangarðshópinn að þá þarna töluverður munur á neyðarskýlunum og það verið að skoða ýmislegt varðandi gistiskýli sem að kannski verður til þess að við þurfum að þjónusta þann hóp betur. En takk fyrir þessa góðu umræðu. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næsta mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil eins og aðrir þakka borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur fyrir þetta frumkvæði að setja kynjaða starfs- og fjárhagsáætlun á dagskrá borgarstjórnar. Þar sem við sitjum í sama fagráði, ég og borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir, þá hefur nú margt komið fram af því sem við erum að fást við þar. En ég held að við hjá borginni megum vera stolt af því að hafa tekið upp eða að við séum að feta þessa braut
að beita aðferðafræði kynjaðrar fjárlagagerðar í okkar starfi. Fylgjum þar fordæmi stjórnarráðsins sem að tók mjög lofsvert frumkvæði með því að beita aðferðafræði kynjaðrar hagstjórnar í sinni fjárlagagerð. Við erum sannarlega ekkert konur sérstaklega langt við Íslendingar, það skal viðurkennt, en við erum byrjuð og það er mjög mikilvægt að við nýtum lærdómsferlið sjálft eins vel og við hugsanlega getum. Við erum í borginni á öðru ári, eins og komið hefur fram, búin að fara í gegnum fyrsta ári þar sem að svona smærri verkefni voru valin, ekki síst í þeim tilgangi til þess að kynna fyrir starfsmönnum borgarinnar þessa hugmyndafræði og í leiðinni var leitið svo á að þetta væri ákveðið og lærdómsferli með námskeiðum og öðru því. Og við eigum vissulega langt í það og megum ekki tala þannig að við séum búin að samþætta sjónarmið kynja inn í alla vinnslu fjárhagsáætlunar. Við eigum nokkuð langt í land með það og erum í þessum fyrsta fasa eins og málshefjandi kom inn á hér áður. Og það er líka mikilvægt að vera raunsæ og láta ekki óþreyjuna ná tökum á sér og ætla sér ekki að gleypa fílinn í einum bita. En mikilvægi þessarar hugmyndafræði verður sjaldnast nógsamlega tíundað og ábyrgð okkar sem tökum ábyrgð á ráðstöfun fjármuna á sameiginlegum sjóðum borgarbúa er vissulega mjög mikil og í öllu okkar starfi verðum við að taka með í reikninginn að það sem við ákveðum, það hefur áhrif á lífsgæði borgarbúa. Og við verðum þá að gæta því að okkar ákvarðanir taka ýti ekki undir staðalmyndir kynjanna eða auki ójafnrétti heldur þver öfugt. Það sem hefur verið farið yfir hér af fyrir ræðumönnum ætla ég ekki að endurtaka en tek þó fram að það eru vissulega breytingar í leikreglum með þessari fjárhagsáætlun að nú ætti að taka eða velja á hverju sviði fyrir sig mikilvægan þjónustu þátt í stað þess að benda á einstök verkefni sem hægt er að skoða eða einstaka þætti í starfseminni að þetta taka þjónustu þátt sem skiptir verulega miklu máli í starfsemi sviðsins. Og þá, af því að nú erum við með fundi í skóla- og frístundaráði á morgun og eigum að sjálfsögðu eftir lýðræðislega að velja þann þjónustu þátt en það er nú svo sem kannski búið að það hefur kvisast út hér á fundinum að það gæti mögulega verið stuðningur og sérkennsla og það er einmitt mjög gott dæmi stóran og veigamikinn þjónustu þátt. Þetta eru gríðarlegir fjármunir í húfi, þetta er greiðlega mikilvægur þjónustu þáttur, hann snertir alla þætti sviðsins meira og minna. Það eru uppi, hvað skal segja, ákveðnar grunnsemdir eða teikn á loftu það að þarna er mismunun í gangi, það er að segja. Þarna er ekki nákvæmlega jafnmikið af stelpum og strákum sem fá úthluta fjármagni til stuðnings eða sérkennslu. Það vitum við og þá er verkefni framundan að greina betur tölfræðina, tengja hana betur saman og reyna þá að komast til botns í því hvort að það sé ómálefnalegt að drengir er að fá meiri úthlutun heldur en stúlkur og hvað liggur þá þar að baki. Þannig að þarna er bæði heilmikla fjármuni að ræða, heilmikið í húfi fyrir börnin og unglingarna sem þurfa á stuðningnum og sérkennsluna að halda. Þarna kemur inn viðhorf, þarna kom inn starfshættir kennara og kannski líka viðhorf foreldra og annarra í samfélaginu. Þannig að þetta er afar mikilvæg greining og kortlagning sem að við getum tekist á hendur við og svo ætla ég aðeins að fara yfir og taka undir raunar með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að það verkefni sem að við völdum á síðasta ári sem er að greina áhrif þess að koma börnum ári fyrr inn á leikskóla var afar mikilvæg greining líka fyrir okkur. Þar einmitt áttu við heilmikla tölfræði eitt og annað en aldrei áður höfðum við kannski nákvæmlega sett niður fyrir okkur hvað þetta þýddi fjárhagslega, hvað þetta þýddi í húsnæðisþörf, hvað þetta þýddi til að mynda fyrir dagforeldra í borginni sem eru auðvitað mjög mikilvægur liður í okkar þjónustu, 210 rúmlega talsins. Þannig að það var ákaflega gott að fá fram en hins vegar nægir það okkur ekki. Við viljum gjarnan sjá dýpri greiningu á því verkefni og nota þá tækifæri til þess að komast aðeins á dýptina með það. Kannski sérstaklega líka vegna þess að við erum yfirleitt í svona frekar raunsæjum gír hvað það varðar að það gerist akkurat á allra næstu misserum að við getum látið þetta koma til framkvæmda. Hins vegar er þetta afar mikilvæg greining.
Aðeins varðandi tímaáætlunina og verklagið í fjárhagsáætlunargerðinni, þá veit ég ekki hvort að ég hugsanlega heyrði rangt með farið í máli borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur þegar hún fór yfir tímaáætlunina, en þar kemur sem sagt fram að í lok janúar hefji sviðin vinnu við greiningu og við að leggja mat á það hvaða þjónustuþáttur sviðsins verði valinn til að taka út með þessari aðferðafræði kynjaðrar starfs- og fjárhagsáætlunargerðar. Ég lít svo á að sú vinna í gangi núna með þessu samtali sem hefur verið þokkalegt í skóla- og frístundaráði og inn á sviði og svo fyrir lok apríl eigi þá sviðsstjórar í rauninni að kynna fyrir fagráðinu umfang verkefnisins. Nú niðurstöðum rýningarinnar ef hún liggur fyrir, en ég held að það sjáu það allir að ef að sviðin að velja sér jafn stór verkefni og við ætlum okkur á skóla- og frístundasvið sem sérkennsla og stuðningur, að þá vitanlega þurfum við tíma til þess, en þá í lok apríl getum við hugsanlega séð fyrir okkur að teymi skipað sérfræðingum á sviðinu geti hið minnsta lagt fram þau gögn sem til eru og tillögur það hvernig verkið verði unnið með svo nánari tímaáætlun, hugsanlega áætlun fjármagns ef þarf að koma til auka sérfræðiaðstoð og svo framvegis. Þannig að þetta eru spennandi tímar. Ég ætla að fá að taka undir mikilvægi þess að við séum að nýta þetta tækifæri og þetta lærdómsferli og mikilvægu innleiðingu í alla okkar hugsun í tengslu við fjárhagsáætlun, að við nýtum það vel, að við nýtum það til þess að takast á við raunveruleg verkefni, ekki bara til þess að telja hausa eða skoða hvort að það sé helmingur sem fara til kvenna eða helmingur til karla. Út á það gengur ekki kynjuð starfs- og fjárhagsáætlunargerð, heldur gengur hún út á að auka gagnsæi og að meta áhrif fjárhagsáætlunar á kynin og að í fullkomnum heimi, þegar við erum komin ennþá lengra innan okkar missera, að við beitum kynja samþættingu alfarið við gerð fjárhagsáætlunar. En nú höldum við áfram að læra og vitum meira í dag en við gerðum í gær og ég þakka fyrir umræðuna. Það er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu hjá borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur. Það er mikilvægt að svona verkefni eins og þetta sem snerta öll ráð hjá borginni séu rædd í borgarstjórn, en kannski við þurfum einhverja kynjaða stýringu á umræðunni svo að hitt kynið teki aðeins þátt í umræðunni. Borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttir og Oddný Sturludóttir hafa báða farið við verkefnin í skóla- og frístundaráði og ég fer ekki nánar út í það né einhver sérverkefni. Mér langaði bara almennt að fara yfir svona mína reynslu af þessu á stuttum tíma síðan ég kom aftur. Í þessu verkefni kynjaða fjárlagagerð kennir margra grasa. Þetta er gott tæki og hollt til að nota sem annað sjónarhorn á mínu mati. Það er alltaf mjög gott að snúa hlutunum við og horfa í gegnum það á þverveginn eða undir eða yfir og gagnrýna og greina betur. Og þetta er ágætt tæki sem krefst þess af okkur öllum að hugsa vel hver markmiðin eru með þeirri þjónustu sem við veitum og veltur upp spurningum sem krefast talsverðra greininga og yfirlegu til að fá svör við þeim, eins og kom vel fram hjá borgarfulltrúa Björgu Vilhelmsdóttur hérna áðan. Og það ber að taka fram að það er mjög áhugavert hér að heyra greininguna sem kemur úr öðrum ráðum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum þessa innsýn. Ég styð þessi verkefni en ég vil hins vegar vara við að þau fari ekki út í of mikla vinnu, mikinn tíma sem ég samhljóma öðrum borgarfulltrúum hér til þess að finna bara einhver verkefni. Stýrihópur og starfsmaður og teymi á hverju svið fyrir sig til að skoða og greina verkefni kostar okkur mikinn tíma og mikla peninga og við erum ansi og sannarlega að verða svona fræðingavædd hér í Reykjavíkurborg. Við erum að greina mikið og skila mikið af skýrslum, svo mikið að við erum kannski jafnvel að styðja minna við lykilstörfin á meðan, störfin sem snerta börnin beint og eldri borgarana og þá sem eru veikir.
Þetta verkefni má ekki verða eitt af þeim verkefnum sem skilar af sér skýrslum og pappirum og fyrirskipunum til þeirra sem nú þegar eiga fullt í fangi með að sinna grunnþörfum borgarbúa. Við verðum því að velja vel og að mínu mati verður ekki að finna verkefni á hverju sviði. Ef það er ekkert sem að liggur nærri lagi eða eitthvað sem að fólk er búið að vera að ræða, þá er kannski bara betra að bíða og sjá hvort það komi upp í umræðinni síðar. Frekar þarf að forgangsraða og ég sagði áður á fundi skóla- og frístundaráðs og hér segi það hér líka, pössum okkur á að ræða aðalatriðin. Þar eru til dæmis mjög mörg mál stærri en önnur og með fullri virðingu fyrir þeim öllum er aðalatriði launamunur kynjanna þar. Og það er svona aðeins, finnst mér, á þessari umræðu hér verið að taka þessu stóru mál á annan stað og ég er ekkert sem að það sé góðs viti að stóru málin varðandi launamun kynjanna og þessi stóru umræðefni sem við erum búin að berjast við lengi eru sett á einhvern annan stað í aðra nefndir en ekki ræddar með þessum gleraugum. Og svo er annar punktur í því, það þarf líka að horfa á milli sviða og yfir sviðin. Það er ekki nóg að horfa bara innan sviðs. Hér komum við Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi, Oddný Sturludóttir, borgarfulltrúi og undirrituð og tölum verkefni skóla- og frístundasviðs, en kannski ættu að vera að taka umræðuna yfir sviðin og ræða hvernig peningunum er skipt í rammanum. Og við höfum oft rætt það, hvernig peningaskiptingin í rammanum hefur áhrif. En það þarf að ræða það kannski í greining og greina meira. Aðalatriðin er með í stóru tölunum og misrétti í fjárlagagerð er þar í stóru tölunum. Aðalatriði líka hvort að niðurskurðurinn sem við höfum verið að gangi í gegnum með miklum erfiðleikum bitni fremur á körlum en konum þegar laun eru til dæmis annars vegar. Eru niðurskurðurinn eins og við okkur höfum oft haft á tilfinningunni, við höfum oft haft á tilfinningunni að yfirvinnubannið sé bara virt á einu sviði en ekki öðru þar sem að konur eru að vinna en ekki karlar og svo framvegis. Þannig að misrétti milli sviða þarf jafn mikið að skoða eins og innan sviða og þetta er kannski eitthvað sem maður getur fengið svar við hér frá öðrum borgarfulltrúum sem hafa setið yfir þessu lengur. Og svo að lokum vildi ég minnast á eitt. Viðmiðin sem við erum að ræða þegar við ræðum jöfn tækifæri karla og kvenna og drengja og stúlkna er í grunninn viðmið einstaklinga. Einhverjum viðmið einstaklinga einhvers konar lífsgildi og við þurfum líka að fara varlega þegar við byrjum að breyta þeim. Viðmiðin eru sannarlega oft sett út frá karllægum gildum og karllægum heimi. Og mér hefur þótt erfiðast sem kona skilgreina verkefnin mín alltaf út frá einhverjum heimi sem er fyrirfram greindur, út frá heimi sem karlar hafa búið til eða þróað, frekar en heimi sem konur eru að reyna að breyta. Í svona verkefni finnst mér mikilvægt að muna eftir því að í viðmiðin sem að jafnréttissjónarmiðin ganga út frá séu ekki sett út frá því sem var eða er. Það er annar heimur kvenna sem setur önnur viðmið og annar heimur karla sem setur þessi viðmið. Þú veist, að vinna mikið, að mennta sig of mikið eða lítið, að launin séu sveigjanleg frekar en að kjörin séu snúist sveigjanleika eða launa upphæðin, að börnin verði að fara í tómstundir og svo framvegis, að sitja að kjöri í skólastofunni, að fá sérkennslu, 5 til 7 ára en ekki 19 ára. Öll þessi viðmið eru eitthvað sem er komið inn í kerfi og þau mega ekkert endilega vera þessi viðmið sem við erum að keppast af. Spurningin í skrefi 2 í vinnugögnunum sem fylgir þessari aðferð krefst þess til dæmis að við spyrjum hver hagsmunir og þarfir stelpna og stráka eru. Leið og við svörum þessum spurningum erum við komin í dómarasætið hvaða viðmið við setjum. Vissulega liggur eitthvað fyrir þarfir stelpna og stráka en við verðum að stíga varlega til jarðar. Við verðum að vara okkur á því að viðmiðin misréttið sem á að bæta í kynjaðri fjárlagagerð séu rædd og gengið út frá því fyrst og fremst að fólkið hafi val ákvarðanir sínar. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og við tekur borgarstjóri.
Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúa Sólu Tómasdóttur fyrir að setja þetta ágæta mál á dagskrá. Ég er með hiksta, ég ætla að fá mér vatn. Ég er sóknarkona og var í Verkakvennafélaginu Sókn og er stolt sóknarkona og ég fekk alltaf fréttabréfið sent heim, kæra sóknarkona og tók þátt í starfi sóknar, svona félagsstarfi og hafði bara mikla ánægju af. En þetta er mjög þörf og áhugaverð vinna á svo margan og margbreytilegan hátt eins og komið hefur fram í máli þeirra sem að talað hafa hér og þakka ég fyrir góðar ræður. Og það er jú þannig að það er jú held ég geti fullyrt einlægt markmið okkar allra hvar svo sem við teljum okkur í flokk sett að við viljum búa í samfélagi sem að byggir á jafnrétti og fólki er ekki mismunað, ekki vísvitandi eða óaðvitandi eftir kynferði eða kynhneigð og okkur dreymir svoleiðis samfélag. Við erum stolt af því að búa í samfélagi réttlætis og við viljum auka á þetta réttlæti. Við viljum finna leiðir til þess að leiðrétta óréttlæti sem viðgengist hefur eða leifar af einhverju áður miklu stærra óréttlæti sem að einhvern veginn hefur orðið ásættanlegt vegna þess að það er miklu minna heldur en það var. En það er jú þannig með heiminn, it's a man's world, eins og einhver sagði, og það er rosalega næs að vera kall í þessum heimi og að vera og þá sérstaklega að vera hvítur karlmaður. Það er eiginlega svona mest næs af flestum manngerðum og vera þá helst gagnkynhneigður. Því það getur verið vesen ef maður er samkynhneigður. Það er mikið vesen fyrir marga. Og þetta er svona kannski, og við gerum okkur svo oft svo óljósa grein fyrir því hvað munurinn er mikill og hvað hlutskipti karla og kvenna eru oft ólík í hinum ýmsustu aðstæðum og hefur það mjög mikið að gera náttúrulega með heila starfsemi okkar og taugakerfi og ekki síst boðefnin og testosterón sem að karlhormónið er ekki algjörlega saklaust efni og hefur gríðarlega afgerandi áhrif á alla sem að hafa það í einhverju miklu magni og er það kannski miklu leyti ábyrgt fyrir þessum karllæga heimi sem að við höfum byggt okkur upp. En
Síðan þegar maður, sko, það er jafnvel sko, það eru jafnvel svona til svona ákveðnar gildrur eða svona gátur sem ég hef séð sem mjög athyglisverðar og kannski eins og þekktasta og einna athyglisverðasta og mér langar með leyfi forseta, nei, ég þarf ekki að biðja leyfi forseta, að minnast á mæla með bókinni Blink eftir Malcolm Gladwell sem að fjallar að miklu leyti fjallar innsæið og áhrif innsæisins og vægi og hvað við okkur hættir til þess að vanmeta innsæið. Og í þessari bók að þá leggur Gladwell fram ákveðna spurningu, ákveðna gátu sem er svona feðgar eru á ferð í bíl, lenda í bílslysi, faðirinn deyr samstundis við áreksturinn, sonurinn er fluttur meðvitundarlaus á neyðarmóttöku, yfirlæknirinn sem tekur á móti drengnum á bráðamóttökunni fær taugaáfall og brotnar saman og segir hvernig getur þetta verið, þetta er sonur minn. Og síðan er spurningin hvernig stendur á þessu. Og ég hef lagt þessa spurningu fyrir mjög marga og ef að fólk sumir einhvern veginn ramba á rétt svar við henni, aðrir fara í getgátur einhvers konar drauga eða framliðna eða eitthvað slíkt, en svarið við spurningunni er að yfirlæknirinn sem tekur á móti drengnum er móðir hans. En heilinn okkar, hann er strax sko búinn að karlgera ímynd yfirlæknisins sem er mjög, þetta segir manni mjög mikið það og þannig að sko það er jú þannig að vitsmunavélin sem heilinn í okkur er ofta að taka ákvarðanir sem að eru kannski ganga gegn okkar eigin sannfæringu og því sem við teljum okkur vera sem manneskjur. Ég var nú á dögunum eins og ásamt fleirum í borginni Antwerpen í Belgíu þar sem að Ísland var að keppa við Miami að fá að halda World Out Games 2017 og við döpuðum því fyrir Miami að þessu sinni, eða Miami Beach. Og þar lærði ég, þá vorum við að ræða málefni samkynhneigðra eða LGBT fólks og að því að það hefur komið hér, Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, kom hér áðan inn á til dæmis umræður málefni útigangsfólks og þar lærði ég, og þetta vissi ég ekki, að stærsti einstaki hópur heimilislausra í Bandaríkjunum eru samkynhneigðir. Ég held að það væri fólk sem ætti við geðræn vandamál að stríða, en það eru samkynhneigðir vegna þess að samfélagið þeirra er þannig að mjög gjarnan víða að ef að fólk viðurkennir samkynhneigð að þá er því útskúfað úr fjölskyldunni og fær ekki félagslegan stuðning og er í rauninni bara hent út á götu. Og mér finnst þetta gríðarlega áhugaverð vinna og metnaðarfull og hef fylgst með þessari vinnu frá því að hún fór af stað og eftir því sem að ég kynni mér þetta betur þess skýrari mynd fæ ég af þessu starfi og mikilvægi þess að gera sér grein fyrir þessu, afla sér upplýsinga og tek undir með borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur það að það væri gaman að sjá fleiri karla
koma að þessari umræðu vegna þess að þetta snýst karlana líka, þetta snýst karlmenn líka og það hefur líka gríðarlegt vægi fyrir framgang vinnunnar að karlmenn séu virkir þáttakendur í henni, sýni henni áhuga, kynni sér hana og við höfum litið til reynslu erlendra útlendinga af kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun og höfum þá sérstaklega horft til Berlínar. Berlín hefur verið leiðandi í þessari vinnu, held ég geti fullyrt á heimsmælikvarða og fulltrúar okkar hafa farið til Berlínar til að sækja sér upplýsingar og mér langar til þess að segja frá því að hvorki meira en ég minna en fjármálastjóri Berlínarborgar að koma hingað ásamt sérfræðingum og mun vera með kynningu fyrir borgarfulltrúa og starfsfólk og aðra sem að þessari vinnu koma núna í mánuðinum 22. og 23. og vil ég hvetja borgarfulltrúa til að mæta til þeirrar kynningar og ég tek alveg innilega undir með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur barnabækurnar og fagna fagna því að sjá einhverja skemmtilega nýbreytni í þeirri deild. Ég hef í gegnum árin þrælað börnunum mínum í gegnum lestrarkennslu með misjafnlega ánægjulegum eða óánægjulegum árangri við að lesa bækur sem að þeim hefur verið skipað að lesa í skólanum og þetta hefur náðst með þrautseigju og jafnvel mútum vegna þess að þessar bækur, þessar sögur, þær gefa oft alveg gríðarlega og ég veit að það er ekki ill hugsun á bakvið það er ekki illur ásetningur, heldur meira hugsunarleysi. Það eru settar fram yfirleitt mjög gríðarlega staðlaðar kynjaímyndir og fjölskyldumunstur. Ég man ekki eftir að hafa lesið barnabók fyrir börnin mín til dæmis einhver óvenjuleg fjölskyldumunstur eða neitt svoleiðis og myndi fagna því en eins og ég hef áður sagt og fram hefur komið þá mun ég ekki eignast fleiri börn þannig að það er svolítið seinan en mér langar til dæmis sérstaklega til dæmis að benda á til dæmis varðandi sérstöðu kvenna til dæmis í samfélagi okkar og það verður kannski svona auðsýnilegast til dæmis með konur af erlendum uppruna og hef ég nú aðeins haft af samtökunum Women að segja sem að Reykjavíkurborg hefur átt í ákaflega góðu samstarfi við og það til dæmis eitt til dæmis bara sem að skiptir konur oft meira máli heldur en karla og það er klæðaburður og svona hvað á maður að segja tegund af klæðaburði eftir tilefnum. Hversu látlaust á maður að vera klæddur, hversu fínt á maður að vera klæddur og svo framvegis og þegar að konur flytjast á milli landa, tala nú ekki þegar þær flytjast til landa þar sem að menningin allt önnur heldur en í þeirra heimalandi, þá getur þetta oft skapað mikla erfiðleika, mikla óvissu og félagslega einangrun. Einfaldlega vegna þess að konan gerir sér ekki almennilega grein fyrir því
hvernig er ætlast til þess að hún komi klædd. Á hún að hafa sig eitthvað sérstaklega til, eða væri það overdoing it, á hún að vera casual, eða þú veist. Og þannig að sko, litlir hlutir er ekkert alltaf litlir hlutir. Litlir hlutir geta verið gríðarlega stórir hlutir. Og nú hittum við fulltrúa frá svæðanefnd Evrópusambandsins í gær og áttum þá mjög athyglisverðar umræður við það ágæta fólk og þá var til dæmis barst í tal, við vorum að ræða stjórnmál í Evrópu og þá barst í tal sem sagt hversu erfitt væri erfiðara væri að virkja konur til þátttöku í stjórnmálum heldur en karla. Og það var einn ágætur maður með skýringu á því og hann sagði: þú nærð engum árangri í stjórnmálum nema að mæta á fundi. Þú ert að vera duglegur að mæta á fundi og það ekkert allar konur sem búa við þær aðstæður að geta mætt mikið á fundi. Sumar eru bara meira kannski bundnar yfir börnum og það meira kannski karlinn sem hefur tækifæri til þess að mæta á fundi. Og þetta til dæmis hlutur sem náttúrulega bara rót af arfleið af okkar menningu. En ég bara þakka enn og aftur fyrir þessa umræðu. Ég þakka fyrir þá góðu vinnu sem farið hefur fram á fagsviðum og í stýrihópnum og þær ágætu áætlanir sem við höfum gert og þau verkefni sem við höfum valið og tel að þetta sé til mikillar farsældar fyrir samfélag okkar og muni auka enn á jafnrétti og vellíðan fólks í samfélagi okkar öllu. Og það var eitt sem mig langa að nefna áðan en gleymdi að nefna. Til dæmis með þetta sko, nú er til dæmis dúettinn Skopp og skrýtla hafa verið í miklu uppáhaldi á mínu heimili árum saman á syni mínum sem hefur einlægur aðdáandi og reyndar vaksin upp úr því núna, en Skopp og skrýtla í miklu uppáhaldi og þær eru frábærar. Og það eru diskur með Skopp og skrýtlu sem hefur gengið nokkuð látlaust árum saman, held ég ein 10-15 ár á mínu heimili, og í einu lagi með Skopp og skrýtlu þar eru þau að syngja um stúlku sem verður lasin og hún verður svo lasin að það þarf að kalla til lækni og hann kemur heim og læknirinn segir: þú þarft að vera dugleg að taka meðalið þitt. En leið og læknirinn segir þetta, þá breyta það röddinni sinni: þú þarft að vera dugleg að taka meðalið þitt. Og þetta er bara svona. Og þetta er eitthvað sem við getum lagað og það þarf ekki að vera ósjálfrátt þegar maður hermir eftir lækni að maður breyti röddinni sinni í karlmannsrödd eða reyna að tala karlmannlega. En þannig við þurfum að endurprogrammera heilann og það gerum við með því að tala saman og mæta á fræðslu 23. mars. Og svo vil ég ítreka áskorun til kynbræðra minna að láta sig þessi mál varða vegna þess að þetta er mál sem varðar okkur öll. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæra borgarstjórn og kæru borgarar. Ég vil byrja á eins og svo margir aðrir að þakka fyrir góða umræðu kynjaða starfs- og fjárhagsáætlun. En þetta nú örugglega allavega annað skipti sem við stöndum hér og erum að ræða þessa áætlun og ég vona svo sannarlega að það haldi áfram því þetta er mjög þarft verkefni
og mér er alltaf svo minnistætt, það var snemma árs 2012 að ég held, þegar við fengum þegar það var að ræða sem sagt kynjaða starfs- og fjárhagsáætlun, kynnana fyrir okkur, borgarfulltrúum og embættismönnum, að mér fannst það svo merkilegt að í Ástralíu hafði ríkisstjórnin þar byrjað að huga að kynjaðri fjárhagsáætlun árið 1986. Mér fannst það mjög merkilegt og þess vegna segi ég að við þurfum að bretta um ermarnar, en einhvers staðar þurfum við að byrja. Nú eins og önnur svið þá var ITR lagt upp með að taka hálft ári í að kynna sér eitthvað verkefni, og ég hef áður farið í pontu fram það að við könnuðum aðsókn í sundlaugar í Reykjavík og einnig könnuðum við notkun á frístundakortinu. Nú og það voru svo sem ýmsar niðurstöður sem komu þar fram, og meðal annars ef hort í sundi, þá til dæmis ef við nefnum sundhöllina sem slíka, þá kom það í ljós að karlmenn voru þó nokkuð miklu meirihluta sem sóttu laugina. Þá kem ég inn á það sem að borgarfulltrúinn Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir nefndi áðan, að ég er einmitt mjög sammála, það er mjög mikilvægt að við sem að horfa á þetta svið fyrir svið, og þess vegna myndi ég vilja hafa oftar svona stöðufundi. Við vorum með stöðufunda sem hafa farið yfir niðurstöður allra sviða, og þá var einmitt svo skemmtilegt að vera á sama tíma, þar sem skipulagið fer þá yfir, að í umhverfis sundhöllina búa mun fleiri karlmenn. Þannig að er það ein breyta í þessu, eða er breytan svo að karlmenn labba beint inn í búningsklefa og beint út í laug, en konurnar fara niður inn í búningsklefa og svo aftur upp. Og þannig að það er að mörgu að huga. Er það karlmennir í hverfinu, eða er þetta tröppurnar, er það aðstæðan? Þannig að mér finnst þetta ótrúlega spennandi vinna. En eins og mátti vita er að þetta er samt mikil rýnivinna og tekur tíma, og það kom því ekkert á óvart að við vildum halda áfram að dýpka okkur í einu efnana. Það er að segja, við ákvaðum, og það var ákveðið núna í janúar 2013, að haldið yrði áfram með frístundakortsverkefnið og gögn skoðuð yfir lengra tímabil. En við skoðuðum eingöngu tímabil tilbaka 1 ár, og það kom fljótlega í ljós að niðurstöðurnar voru frekar villandi, og talið að það yrði allavega að fara yfir 4 ár til að niðurstöður væru að taka meira markaðum í rauninni. Þannig að í rauninni við leggjum upp með það, ég ætla ekki að vera lengja mikið meira, mér finnst búin að vera frábær umræða hérna, að við ætlum að halda áfram að skoða þetta með frístundakortið. Hvað sem það kemur mun koma fram við því, að þá skiptir máli að við þurfum að hafa jafnréttismarkmið alltaf bak við eyrað þegar við erum að úthluta fjármagni í Reykjavík, og kynjuð starfs- og fjárhagsáætlun er einmitt verkfæri til þess. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Karl Sigurðsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér er það ljúft og skylt að mæta inn í þessa ágætu umræðu til að leiðrétta kynjaða slagsíðu sem að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir minntist á áðan. Líka það sem mér finnst þess að sé búið að vera að kalla nafni mitt í allri þessari umræðu, stöðugt. En ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu og þakka borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttur fyrir að hefja hana og koma henni á. Ég ætla örlítið að fara yfir verkefni sem var unnið á umhverfis- og skipulagssviði, því í rauninni karllæga sviði. Þetta er sameinað úr hörðu sviðunum svokölluðu, og nú er það orðið 1, en það er nokkuð stórt. Það verður rauninni unnið á umhverfis- og samgöngusviði, gamla sviðinu, en það gekk sem sagt verkefni gekk út á að greina hvort að það gæti kynjamisréttis í úthlutun gæða á vegum sviðsins, og fyrirsögnin í þessu er í rauninni hlunnindi í starfi, yfirvinna, bílastyrkir og fleira, sem að hringir nú bjöllum hjá þeim sem hafa fylgst með þeirri vinnu sem að fór fram undir forystu Sóleyjar Tómasdóttur, borgarfulltrúa, í hópi sem að ég satt meðal annarra í með henni og fjallaði að greina
greina kynbundinn launamun hjá borginni og þar bar hæst yfirvinna og bílastyrkir. En þessi úthlutun gæða getur meðal annars verið einmitt eins og ég segi, yfirvinnugreiðslur, aksturssamningar, ferðaheimildir og íþróttastyrkir. Og þetta var greint heilmikið og niðurstöðurnar benda til þess að það sé hugsanlega ómálefnalegur kynbundinn munur á yfirvinnugreiðslum til starfsmanna meðal annars í BHM-hópnum. Þar eru konur með meðaltali 21 tíma í fasta yfirvinnu en karlar í 27, það er 6 tíma munur þarna. Og það þarf að greina þetta nánar til að skera úr hvort að þetta er málefnalegt eða ómálefnalegt, þannig að það er meiri vinna sem að liggur fyrir, sem að er gráupplagt að fara í. Og í ljós kom líka hjá Eflingarhópnum munar 10 tímum á mældri yfirvinnu. Þannig að það er greinilegu munur þarna og full ástæða til að skoða það. Það má nefna líka að það er samband á milli meiri fjölskylduábyrgðar og lægri launa, það hefur komið í ljós, og að sá aðili sem ber ábyrgð á heimilinu getur síður tekið að sér yfirvinnu. Þetta er náttúrulega bara alveg í stílu þess að borgarstjóri sagði áðan ef maður ætlar að mæta á fundi eða mæta í nokkurn skapaðan hlut utan hefðbundins vinnutíma, þá náttúrulega getur maður ekki verið bundinn yfir heimili í leiðinni. Niðurstaðan í þessari greiningu er rauninni svo að það var lagt til að það verði gerð sambærileg greining á launum starfsmanna á nýja sviðinu, umhverfis- og skipulagssviðinu, og það hefur nú verið sameinað og það er þess vegna alveg upplagt að fara bara í þá vinnu hið fyrsta. Það er mjög mikilvægt að athuga hvort að, eins og ég segir hérna, rannsaka hvort það þrífist innbyggðir þröskuldar fyrir annað kynið, mér finnst þetta svolítið gott orðalag, og hvort að vinnutími geti útilokað annað kynið frá störfum. En ég fengi líka þær upplýsingar að umhverfis- og skipulagssvið á fulltrúa í stýrihópum kynjaða fjárhagsáætlunargerð og það er bara hið besta mál. Hugmyndin er að bera á næstunni tillögur teymisins undir fagráðin, það er að segja allavega okkar fagráð umhverfis- og skipulagsráð. Það verður mjög áhugavert að skoða það tillögur sem sagt verkefni sem að er talin ástæða til að greina og mér skilst að meðal hugmynda sem að eru þar efst á baugi eru sorphirða og endurvinnsla og vistvænar samgöngur. Ég ætla nú ekkert að fara neitt nánar út í þetta en bara vildi svona aðeins fara yfir þetta svið sem að ég svona mest er að vinna inn á og þakka fyrir umræðina. Takk. Þá er borgarfulltrúi Karl Sigurðsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Á menningar- og ferðamálasviði var tekið eitt verkefni sem var styrkveitingar og styrkveitingar menningar- og ferðamálaráðs, þær eru þannig uppbyggðar að það er fagráð Bandalags íslenskra listamanna sem fer yfir það og þess kemst frá því að segja að síðan 2006 að þá hefur hlutur kvenna í styrkveitingum frá sviðinu aukist. Það er sem sagt frá 2000, þetta var skoðað frá 2007 til 2011. Þannig að hlutur kvenna í fjölda umsókna miðað við karla, hann var í 49, fór upp í 55%, heildar upphæð umsókna kvenna miðað við karla og 45 í 58%, upphæð umsókna kvenna miðað við karla og 46 í 52%, heildar upphæð úthlutana til kvenna miðað við karla og 47 í 63% og meðal upphæð úthlutana til kvenna miðað við karla fór úr 48% í 48 í 58%. Það er kannski merkilegast að við þetta að samsetning faghópsins skiptir svolítið máli að þegar kona er formaður þá lagast hlutur kvenna og í raun og veru líka í fagráðun ef að fagráðið er með formann sem kvenmann að þá lagast hlutur kvenna líka en það má hafa það í huga líka að
aðildafélög í bíl að þar eru karlar 1983 stykki, það eru 93 karlar en 1749 konur í þessum listamannasamtökum. Við úthlutun á þessum styrkjum að þá eru nokkur leiðarljós sem að við getum, sem eru hægt að hafa til viðmiðunar og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og það er hægur vandi að hafa þessi leiðarljós þannig að þau eru í raun og veru uppbyggileg en síðan var líka kíkt á hvort að umsóknareyðublaði væri þannig að úr garði gert að það hallaði á einhvern í því og en síðan kannski við þessa styrki að þá er að sjálfsögðu listræn gæði verkefnisins og fagleg hæfni aðstandenda að þau eru líka vetin að verðleikum en síðan er kannski spurningin með það að hvort að það séu þá karlar sem fái konur til þess að skrifa undir umsóknina sína til þess að eiga betra brautargengi og þá þarf að kíkja á samsetningu hópsins hjá þeim sem sækir sem dæmi og en það eru svona vinnureglur sem að við getum sett okkur inn að karl og kona skiptist á að vera formenn og hefur kona verið formaður í 3 skipti og ég veit ekki hvernig hvort að mín vera sem formaður, hvort að það breyti einhverju. Nú er staðan í menningar- og ferðamálaráði þannig að það eru 5 konur og 2 karlar. Þannig að það verður bara mjög fróðlegt að taka þá fyrir styrkúthlutanir 2012 og 2013 og sjá hvort eitthvað hafi breyst. En þetta er mjög áhugavert og mjög skemmtilegt að sjá niðurstöðuna úr þessari skýrslu eða þessari niðurstöðu. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lókið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, ég ætla bara að koma hérna og þakka fyrir mjög góða umræðu sem að ég vonast til þess að við höfum að endurtaka bara fljótlega. Ég held að það skipti mjög miklu máli eins og ég sagði áðan að við tölum sem oftast þetta. Mig langar til þess að segja eitt bara sem að ég sagði ekki í upphafi og var svona aðeins komið inn á sérstaklega borgarfulltrúa Þorbjörgu og Helgu Vigfúsdóttur að við verðum að passa að tapa okkur ekki í þessu og stofna ekki of marga hópa og fá ekki of marga sérfræðinga til þess að vinna þetta. Ég held að sé nú engin hætta á því. Við erum ekkert að tapa okkur í þessari vinnu, við erum að fara tiltölulega hægt, en þar sem að þetta hefur verið gert, þar sem þetta hefur verið innleitt, meðal annars í Berlín, að þar hefur þetta skilað margfaldlega bættri nýtingu fjármagns. Það hefur bara verið sýnt fram á það að þetta skili bættri nýtingu fjármagns. Þetta kemur sér líka vel fyrir kynin og fólk verður almennt meðvitaðara það hvaða áhrif forgangsröðun fjármuna hefur. Ekki bara þegar kemur að kynjunum. Þannig að þetta er mjög jákvætt verkefni í alla staði. Mér langaði aðeins til að koma inn á það sem að borgarstjóri fór inn á talaði áðan með bílslysið og manninn. Ég fékk þessa gátu einu sinni og það var eftir hálftíma sem að einhver þurfti að útskýra hana fyrir mér vegna þess að ég gat með engu móti ímyndað mér að læknirinn væri kona. Og þannig er það nefnilega að meira segja að öfgafullir róttæklingar eru fastir í mjög hefðbundnum viðjum. Og við erum það öll. Þannig að það er, og fyrst að hann kom inn á þetta þá fór ég aðeins inn í internetið og leitaði mér upplýsinga það hvernig samsetning þessara stéttar er. Og það er þannig að frá 2007, ég fékk ekki upplýsingar aftar í tíman, en frá 2007 að þá hafa kandidatar úr Háskóla Íslands í læknisfræði verið 60% konur að jafnaði. Þannig að við erum að tala að þessi stétt þó hún sé karlgerð í huga okkar að þá eru miklu fleiri konur sem útskrifast en læknar heldur en kallar. Og þetta er mjög merkilegt en algjörlega til marks hvað við erum, hvað staðalmyndir og hefðbundin kynhlutverk hafa rosalega fastan sess í hugum okkar. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega að kommenta á það sem að aðrir hafa hér verið að segja þau verkefni sem hafa verið unnin á sviðunum en ég verð samt að segja að ég er sérstaklega ánægð með það sem að borgarfulltrúi Karl Sigurðsson nefndi áðan varðandi
vistvænar samgöngur. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli og ég var nú búin að ákveða að ég ætlaði aðeins að minnast á það í umræðinu hérna á eftir þegar við förum að ræða aðalskipulagið, vegna þess að ég algjörlega sannfærð það ef að við þéttum byggðina almennilega og komum hér upp almennilegu hverfaskipulagi að þá muni það hafa talsvert mikil áhrif bæði á atvinnuþátttöku og tækifæri kvenna á vinnumarkaði. Og ég líka búin að vera að reyna að afla mér upplýsingar hvort einhverja rannsóknir séu til á þessu, hverjir það eru sem eru til dæmis að skutla börnum fram og tilbaka, það foreldrar, hvort foreldrið það sem að sér það og ég nokkuð vissum, það eru engar rannsóknir sem ég hef ennþá fundið, en mér finnst mjög líklegt að það séu konurnar í meiri mæli heldur en kallarnir og að þetta taki frá þeim tíma í hinni hefðbundnu vinnu. Það er líka mjög spennandi að skoða sorphirðu og endurvinnslu. Sjálf fór ég aðeins að hugsa hvernig þetta væri heima hjá mér og það eru mjög skilgreind hlutverk sem að við hjónin höfum í þessu. Það er eitt sem sér að flokka inni, annar sem sér að flokka í bílskúrnum og sko, það fyrir mjög eftir því hvað það hvort okkar sér endurvinnsluna. Þannig að þetta er líka eitthvað sem að væri mjög spennandi að skoða og það er nefnilega þannig og það er það sem er svo magnað. Það eru meira þess að sorphirða og endurvinnsla kynbundin. Það er allt kynbundið. Við erum í svo ótrúlega kynjuðum heimi og kynjuðu samfélagi að það er eiginlega hægt að skoða hvað sem er. Það sem að mér finnst skipta mestu máli og mér langar bara til að segja þetta undir lokin að þau verkefni sem að verði fyrir valinu séu verkefni sem að eru raunveruleg, sem eru stór, sem eru ekkert endilega mikið mál að finna út úr, heldur eru stór hluti af verkefnum sviðana. Ef við veljum okkur eitthvað sem er í gangi núna og eitthvað sem við getum ef að niðurstöðurnar verða áhugaverðar og kalla breytingar, að þá hafi það miklar breytingar í för með sér. Það er eitthvað sem ég held að við ættum að reyna að stefna. En að öðru leyti vil ég bara ítreka þakkir fyrir frábærar umræður og boða frekari umræður þetta á komandi misserum. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 4. mála dagskrá og tökum fyrir